Já, það eru pingjumenn mættir enn þriðjudaginn með ykkur, Arnar Þór og Yngvi Þór. Gloríu bræður. Gloríu bræður, gloría. Það er nú verið talað það hérna hjá okkur áður að fara að skipta introlag. Já, ég var komið með lista yfir nokkur, sko. Já, ég veit ekki hvað fólki finnst. Fólk dýrkar þetta lag, ég veit það, sko. Já, reyndar. En ef að fólk hérna er með einhverjar hugmyndir að öðrum betri introlögum, þá bara með að senda það inn á Facebook-hópin okkar Deep Into Pingjan. Já. Það er reyndar eitt sem við þurfum að plugga hérna núna, sem að við tókum í byrjun á föstaskaffinu síðasta, eða þú, og það er postlistin okkar. Já, plugga. Það er pingjan.is og hérna við erum bara svona að safna á listan og komum til með að vera með einhver juice. Safni sarpin. Þannig að bara endilega hérna allir sem að hafa áhuga að vera þar. Og það er ekki, við erum ekkert bara að spamma neitt. Nei. Þetta verður ekkert eitthvað svona daglega eitthvað bara bull, skilur. Þarna mun byrtast fróðleikur. Já, 3 á dag. Já, nei. En það var jafnvel rætt Nei, Yngvi það. Já. Nei, það verður ekki þannig. En við rættum það jafnvel á milli að við erum með í bíkja núna pingju vísitöluna. Já. Og erum að útbúa hana í þessum töluorðum. Já. Og komum til með að uppfæra hana vonandi vikulega. Og bera hana saman við aðra vísitölur eins og vísitölu neysluvers. Ég er nefnilega, sko, mér dreymir eitt. Já. Kannski ekki alveg strax. Hvað að henda verðmat á öll félögin í Kauphöll. Nei. Hrunstaðar. Ég ætla að taka 7 sinnum EBITDA á alla Kauphöllina. Og þú færði þetta ekki sent nema að vera á postlistan. Já, það er held ég það djúsin sem fólki vill. Já, vel að sá postlisti er þið bara í áskrift. Það er selt. Já, verðmatið. Það er bara bein samkeppni við hann Snorra. Snorra, já, sjátt á Snorra. Við heyrðum í honum í síðustu viku. Já. Hann er feskur. Já. Nei, bara til að upplýsa fólk. Ég segi það, algjörlega. Þetta er lentskvarðinn, þetta var kallað hrunstaðallinn áður. Já, og svo held ég líka bara sko að það er löngu komin tími á að skipta út þessari vísitölu neysluverð sko. Þetta er bara einhver eldgömmul staður sem að mæli bara eitthvað prump sko. Við ætlum að vera bara með pingju vísitöluna, það verður bara hvítum monster, skruf og eitthvað svona. Sendið okkur hugmyndir. Við erum að hugsa að taka Rolex úr. Já. Hvað fleira? Kampavín, við ætlum að fá Móu frænku. Já, en það var meira svona, það var pælingin sko, við ætlum að vera með nokkra vísitölur. Eina fyrir, þú veist, fyrir forréttindapjessana sko. Hvítflippana. Þeir kaupa sér bara Moet, Kampavín og svona. Já, bara fyrir Möggu og Magga og Nóa-liðið. Já, einmitt. Hvítflippani. Hákallarsúpan, svo að beisk maður. Svona að fara úr einu öðru. Já. Þeir sem hlusta ekki á föstaspingina, sem einhverjir. Já, föstaskaffið. Já, það er allir að hlusta. Já, það eru kannski einhverjir 3. Þá er rétt á að benda það kom inn 2 þættir á föstudaginn. Já. Og annar var Hákallarsúpan, svona uppgjörstáttur með yfirstjórnendum Nóa. Það kom seint á 15. Já, hún var beisk. Súpan var beisk. Hún var beisk. En það var alveg hægt að taka hana bara þetta á 20 mínútur þáttur, skellur, held ég. Og hver veit nema við bætum í þessum efnum. Já, algjörlega. En þá erum við búin að svona renna yfir það sem er svona á döfinni hjá okkur. Og bara, eins og ég segi, ef þú ert ekki inn á Deep Into Pingjan eða á postlista, bara inn á pingjan.is, skráðu á postlista. Það ertu officially cancelled. Já, ef ekki þá ertu cancelled. En, þáttur dagsins, hann er dálítið svona óvæntur, eða svona, kemur einhverjum svona spánst fyrir sjónir. Mér líður eins og við séum að fara back to the roots. Já, þetta fyrirtæki er ekkert svona endilega á allra vörum. Nei. En það er vonandi að þessi yfirferð muni að opna einhver augu, sko. Já, þetta er líka sko það sem fólki vill, það er met í smettinu, allan daginn. Já. Og svo þarf það að hlusta á okkur til að vita, heyrðu, ok, þetta fungera svona. Já, algjörlega. Þetta er svona dálítið nýr iðnaður sem að við erum ætlum að kíkja á. Má ég segja, nýr á Íslandi, en aldagamall. Já, alveg bara, þú veist, langt meira. Og ég er með skýringu fyrir, og þú veist, ég var að segja við þig þegar við vorum að ræða þetta. Er þetta ekki bara eins og þetta nýbyrja að vera bara að maður taki eftir þessu? Við erum að tala bara billboard, við erum að tala auglýsingaskilti og það er skýring á því. Þetta hefur verið í vexti undanfarin ári eins og þú kannski kemur inn á. En þetta er billboard, fyrirtæki heitir bara billboard. Já. Billboard EHF. En það er kannski spurning sko, þú veist, þú vilt kannski koma inn á bara hvað þetta gerir. Ég skal stökkva inn aftur. Og við ætlum að hafa það í boði, þú ert með það í boði einhvers, var það ekki Landsbankinn? Landsbankinn? Okkar, bara í rauninni diggasti samstagsæli, þau eru með okkur bæði í föstudagskaffinu og í ársendingakaffinu. Já. Gera aðrir betur segir. Og ég fekk einmitt sent frá Landsbankanum í gær, þau eru með Hagsjána. Sko, við erum ekki í samkeppni við postlistina þeim. Nei, það, sko, til að taka það fram að við lítum á þetta sem samstarf. Já, við erum alls ekki á leiðinni í einhverja samkeppni þar. Já. Þau koma til með, þau eru með greiningar
svona djúpar og góðar greiningar, þú þarft alltaf að lesa fréttir ef þú ert með hagsjána sko. Akkurat. Við ætlum að taka dálítið svona, kannski svona léttari pólinn. Meira sprell. Já, meira sprell. Fyrir þá, og bara eins og fyrir okkur, þá mæli ég með því að fara og finna póstlista Hagsjá, sem bara hagfræðideild Landsbankans. Já. Og það hægt að fá alltaf svona recap í byrjun viku, hvað að gerast í vikunni. Einmitt. Til dæmis kom í póstinum í gær, það spá að vísitala neysluverðs hækki 0,4% og verði í 9,9%. Já. Þannig að við kannski tökum það fyrir í kaffinu á föstudag. Já, sko, verðbólgan í 9,9 núna. Já, þau eru búist við því að hún verði óbreytt milli mánaða. Þessi hækkun 0,4% ávist ekki að hafa áhrif. Nei. Svo mynd vikunar, reyni bílalán til heimala. Já. Hvað baði í síðustu viku? Ég kallaði og þau svara kallinu. Og vísbendingur að einkaneysla verði áfram kröftug. Ég ætla ekki að fara að skúpa þessari mynd. Þau bara að sjá bílalánin. Það bullandi hafari í gangi. Sko. Algjörlega. En Landsbankinn, kæra þakki fyrir. Þið getið farið inn á bara Landsbankinn /póstlistar. Þetta ekki flóknari það. Nei. Það getið skráð ykkur í þetta allt. Akkurat. Og bara svo það sé sagt, þetta öðruvísi þáttur í dag. Já. Því að ég vil meina að það ekkert fyrirtæki í samkeppni við Billboard hér á landi. Nei. Kannski einhverjar auglýsingastofur sem við viljum taka síðar sem eru social media, auglýsa Facebook og Instagram. Ertu ekki SEO? Ertu ekki að fara að blogga? Þetta nefnilega Billboard, það kannski rangt að kalla þetta einhverja einokunarstöðu. Nei. Þú veist, en þetta náttúrulega, þau eru með góðan samning. Þeir eru með góða samninga sem að tryggja þeim allavega í borginni, ástrætu skilunum. Ég með skúp. Við komum nánar inn á það á eftir. En þetta svona eina kannski, þú veist, svona stóra á Íslandi, þú veist, í þessum bransa. Já, ég hugsa það. Já. Og sko, það sem gerir þátt óeðlilegan, eins og ég að koma inn á, við erum ekki með neitt til samanburðar. Já. Þannig að ég fór bara í research á þennan flokk sem kategóri í business. Ég gerði deep dive. Já. Og þetta heitir Out of Home Advertising, bara flokkurinn. Akkurat. Og ég undirbjó mig með því að lesa nokkra skýrslur, góðar, en náði. Sko lást yfir þessu. Ég lá yfir þessu og ég var að elska þetta. Þetta náttúrulega geggjaður markaður þegar þú kemst inn í þetta. Hlusta á podcast og eitthvað þetta? Já, sko, fyrir áhugasama. Það podcast sem heitir Billboard Insider. Geggjað podcast sem eru bara svona nöllar í þessum heimi út í Bandaríkjunum. Já, alveg sértækt, sko. Og ég sá það á Spotify í morgun að ég var búinn að hlusta á 4. Já. Ég mundi eftir að hlusta á 3 áður en ég fór að sofa. Þannig ég svaf yfir 1 og mig grunar að hann sé komin í undirmeðvitundina. Okay. Þannig ég segja að ég hafi hlustað á 4. Allána, summary þennan markað á heimsvísu, leiðilegasta talan sem ég segi í dag. Já. Heimsvísu er þetta 61 miljardar markaður. Já, miljardar dollara. Já. Þar er Asia stærst. Já. En ég fann eiginlega bara djús frá Bandaríkjunum. Það sem að gera hennar markaðan skemmtilegan er að það er áallan sem er 8,3% árlegan vöxt núna næstu 5 árin. Já, sem er eitthvað sem að ég til dæmis, mér hefði aldrei dottið nema fyrir vinslu þessara þáttar. Já, ég hefði haldið að þetta væri bara eitthvað mest declining dæmið, þú veist, með tilkomi samfélagsmiðla og... Þetta ekki með SEO! Já. Það ekki með SEO! Já. Nei, ég er bara á fucking billboardi. Þegar þú keirir í vinnuna, þá sérðu mig. Já, þetta er að koma inn heitt núna greinilega aftur. Já, það er svona kannski með tilkomið, þú veist, LED og nýra tækni, skilur. Já, akkurat. Ekki stela öllum ásónum mínum. Nei. Þarna fór einn drottning úr Nolo. Sorry. En sko, vöxturinn stafar á því. Sko, menn að taka við sér eftir COVID. Það var högg í COVID út af því að umferð augljóslega dró saman. En það hefur færst í augana að marka séni, sjá tækifæri. Og það er það sem þú ert að koma inn á með leddið, ég ætla að segja frá því. En hitt þökks í pólitíkusjónum, ekki bara hérna heima, heldur líka annar staðar. Þá eru alltaf að eyða meir og meiri tíma í umferð og umferð er alltaf vaxandi og þú ert bara að eyða meiri tíma út í bíl og það er verið að stækka hjólastíðana og minnka göturnar. Já, en samt erum við að kaupa bíl á 1 milljón. Já, ég veit það. Þannig að þetta er alltaf að vera meira og meira relevant hvað þetta varðar. Svo ef við tökum aðeins þennan vöxt, hvernig getur þetta að vaksa svona svakalega? Netið er ennþá í mestum vexti. Kannski aðeins til að koma inn á það fyrir þá sem eru kannski ekki búin að átta sig á því bara hvað Billboard hreinlega er. Já, auglýsingaskilti. Það er bara auglýsingaskilti og oft svona stór auglýsingaskilti á einhverju svona stöng eða þú veist... Sko, þú veist hvernig útskýrum hvað er frægast að sé þetta eftir í? Frægast sem mér eftir í hug er Suðurlandsbraut / Laugavör. Já, það er náttúrulega eitt risa sem að þau hjá Billboard EHF eiga,
þegar þú kerir hérna Kópavogsbrautina eða þarna, þetta hvað 140 fermetra gæi. Þetta þarna hjá Hamraborginu og þar. Já. Er ég að rugla það? Nei, ég veit ekki. Þetta maður sjá. Ok, þú ert með það. Já. En sko, ok, ég ætlaði bara að benda á það. Netið ennþá hraðast vaxandi auglýsingamiðill. Já. En þar á eftir kemur þetta með næst mestan vöxt. Og það að kostnað dagblaða, magasína og svona póstlistadreifingar sem eru bara í decline, sko. Já. Svo eru útvarp og sjónvarp hérna bara 0,5% vöxt. Þannig að þau bara svona matla. En það vöxtur þarna. Þú ert búin að koma inn í þetta er út af tækniþróun. Það að verða snjallskipti. Það sem að þú getur bæði, þetta er miklu einfaldar að selja þetta miðlægt og svo bara birtist það á skjánum versus það hvernig það var hérna í den þegar þú varst kannski að senda viðgerðamenn að mála eða sitja svona eins konar veggfóður. Ég veit eiginlega bara ekki hvernig fóru að gera þetta. Náttúrulega miklu meiri kostnaður og umfang þá. Þannig að svona kostnaður við fyrir þá að framkvæma þetta orðið nótirri, væntanlegu kostnaður við auglýsa þann komið með líka. Ég ætla að koma inn á eftir í samburðinu. Það eina sem ég hef að það eru 2 risar á markaði í Bandaríkjunum sem heita Lamar Advertising og Outfront Media. Það sem að við höfum gaman af með þennan bransa, þannig haldi ég náfram, að þetta tegund af reit, real estate. Og það talað að þetta sé litli ljóti frændi innviðafjárfestingana sem öll fjarskiptafélögin þekkja. Já, emitt. Við þekkjum það nú. Við erum búin að vera að kafa á helviti símastaurarnir, óvirkir og virkir innviðir sem vera að kaupa og selja. Emitt. Þau eru í rauninni bara svona önnur tegund af þessum fjárfesta, ég veit ekki, real estate, bara fastegna flokki. Og í þessu þá þetta svipað. Þú ert í rauninni að kaupa þú ert ekki að kaupa landið sem að skiltið á. Nei, heldur ert að kaupa þennan virka þú ert að kaupa bara skiltið í þetta leiðan, skilur. Akkurat, og leiði út þína auglýsingu sem þá virki innviðurinn. Þú ert að kaupa réttin á spjaldinu en átt ekki landið. En það svo sem allur gangur á því. Það getur líka verið að þau eigi bara allt draslið, sko. En svona, það alltaf gott að blanda smá kúltúr í kjaftaði. Ég segi það. Og svona bara eins og, þá langar mig hérna bara til að draga saman þennan heim. Kjaftaði, þá langar að draga saman þennan heim. Og það ef fólk vil fá innsýn í hennan bransa. Það að horfa á myndina 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri. Já, þau eru alveg stórkostleg. Hún stórkostleg. Þau eru djúp í leiknum. Já. Svo ég hérna með smá statistics að lokum. Að stærstu auglýsendur í Bandaríkjunum. Viltu giska hver það er? Ég ætla kannski að koma inn að þetta er í Hamraborginni, hérna. Já, þetta veggurinn á. Þetta er rauninni svona segldúkur, sko. Já. Þetta er ekki skjár. Og Billboard með þetta. Já, þau eru með þetta. Já, skemmt. Þannig að hérna, ég var bara ekki viss hvort að þetta flokkaði sem þetta er í flokka sem Hamraborg. Ég var með hérna, þetta nú svo sem óþólandi spurning, sko, en top advertisers, McDonald's fyrirferðarmest í Bandaríkjunum. Já. Berkshire Hathaway, það á eftir. Já, Buffet. Hvað djúlega hann að auglýsa? Þetta er ekki bara eignahaldsfélag sem er á markaði, sko. Já, þetta hlýtur að telja þá saman allt. Já, bara grúpið Wells Fargo og allt þetta drasl sem hann á. Coca-Cola og ég veit ekki hvað. Númer 3 er Apple, AT&T sem er símafyrirtæki, Comcast sem er hérna eitthvað hybrid fjölmiðlatæki fyrirtæki, Disney. Heyrðu, þá ég að fara í næsta statistik. Billboard average, sem sagt, þetta góður fjárfestingakostur í Bandaríkjunum? Ég myndi segja já. 5 ára total return er 16,9% á þessum. Samanborið við rate sektorinn average er 10%. Þannig að þetta er að outperforma önnur svona sérhæfð Nei, sko, hérna er verið að bera þetta saman Billboard fjárfestinguna að þú veist eiga Billboardi og leigja það út eða hvað sem er. Versus bara cell tower fjárfestinguna. Já, ég skil þig. Og það er líka datacenterar inn í þessu, self-storage. Þetta er miklu arðbærara heldur en að vera í útleigu og íbúðum eða atvinnuhúsnæði. Þannig að það verður gaman að sjá þinni yfirferð hvort þetta sé sama arðsemi að þessu. Það kannski komið með smá djús bara sem inn á síðunni þeirra. En þið tala hérna að það er Billboard pakki 1. Í þeim pakka færðu 18 Billboard skjái í 1 dag. Og auglýsingin birtist á 60 sekúndna fresti. Þetta eru 10.200 birtingar á sólarhring. Og verðið fyrir þetta er 248.480 krónur pluss vask. 1 dagur? 1 dagur.
Þetta fyrir 18 skildi. Þannig að... En nú heyrum við mikið talað penetration í ákveðnum brönsum. Hvað penetration á þessu? Eitthvað að vita hvað þetta nær til margra? Já, þú veist, það var 10.000... Nei, það reyndar kemur ekkert fram... 10.000 birtingar, Já, það kemur bara fram gerið kleift að ná til mjög stórs hóp með áhrifaríkum hætti, sko. Já, ég skal trúa því. Það impressions, 239.716. Já. Þú veist, hvernig þau mæla það nákvæmlega, sko, ég ekki alveg klár á, en við erum svo sem ekki sérfræðingar í þessu, en það væri nú gaman að fá framkvæmdastjórum. Það eiginlega bara það sem í vinnslu hjá okkur núna. Já, fá Véstein. Reyna að fá Véstein í föstudagskaffið. Ég hef heyrt að hann sé vakinn og sofinn yfir sem branda. Já, einmitt, sér það. Bransa. Heyrðu, ég var einmitt út í að þú ert farin að glusa djús hérna. Þá ég með gamla rannsókn sem sýndi sko að það að meðaltali 1,2 vegfarendur í bíl á virkum dögum og 2,2 helgar. Já. Og á Grensás styðsti biðtíma á ljósum í Reykjavík 64 sekundur. Þannig að þú ert þarna meðaltali 1 mínútu. Já. Þar á þessu sýnst mér að ég að vera hægt að ná 7,5 birtingum max. Þannig að þegar mesti biðtíminn 90 sekundur, þú ert að ná að henda þessi smetti á fólki meðan það að bíða á ljósum. Emitt. Eða svona bara til að sýna fram að það reyndar ykkar stærðir hérna hversu margir í umferðinni. Nei. En það verður að koma sér. Vésteinn veit það kannski. Já, þetta mjög skemmtileg pæling sko, einmitt að þetta sé farið að hægjast á umferð og þar að leiðandi nærðu meira engagementi sko. Þú veist, þetta er bara... Já, þetta skemmtilegt sko. En þau eru með sko, eins og staðan í dag, 32 stóra LED-skjái, 327 LED-skjái í biðskýlum og stöndum og svo með þennan 139 fermetra stærsta auglýsingavegg Íslands við Hamraborg. Já, það er veggurinn þinn. Það er veggurinn minn sko. Arnarsveggur. Kannski svona lokum, bara til að súmera mitt áður en að ég var með smá sykur út í sultuna þína fyrirtækið. Ég ætlaði bara að segja, mér finnst þessi bransi sem við erum að horfa núna, sérstaklega hérna heima, þetta er svona eins og að vakna með rúsin á bakinu. Skilur þú hvað að fara? Nei, ég bara skil aldrei neitt sem þú segir sko. Nei, ok. En þú skilur, menn ekki að vakna með rúsinur á bakinu? Nei, þú veist það gerist, þú skilur sko, þú fer að sofa, sefur vel, vakna góður, svo stígur þú fram úr, og þá dettur rúsin á bakinu á þér. Það var alveg einhverju lent í þessu. Og þú byrjar að efast, svaf ég vel, hvað var með að dreyma? Ber ég ábyrgð á rúsinu og svo framvegis. Fattar náttúrulega bara gutti var með eitthvað rúsinupartí upp í rúmi kvöldi áður. Þú fer að sofa. Þetta er kannski eitthvað sem ég þarf að upplifa. Já, þetta er kannski meira fyrir foreldra, þau skilja þetta. Ekki er ég foreldri? Nei, það kemur. Og sko, punkturinn er þessi, þú stígur fram úr og rúsina dettur á bakinu á þér og það er þegar þú uppgötar að þetta hefur kannski ekkert einhver slæm áhrif og þá fattar ég svaf bara ákveðlega. Og þessi billboardbransi er svolítið þannig. Það vill enginn taka upp rúsinu á borðana en hún má alveg vera þarna með þú sefur. Já, þetta er alveg fáralega góð samlíking hjá þér. Ert það að skilja þetta? Nei. Ekki? Við skulum bara vona hlustendur ná þessu betur en ég. Ég held það, sko. Já, ok, flott. En þú veist bara, punkturinn er bara þessi, með billboardbransan, þú sefur vel, þótt að bransi sé hérna, en svo er hann svolítið bara eins og rúsinn á gólfinu. Hann er ekkert fyrir, en þú verður samt var við það. Ég þarf kannski að fara betur yfir þetta. Akkurat, nei, við En þá er ég tæmdur, bara... Ok, flott. En sko, við skulum byrja á því að fara bara yfir eignarhaldið. Já, takk til það. Sko, það hefur nú eitthvað breyst svona í gegnum tíðina eins og vill gerast, en það hefur haldist síðustu 3 rekstrarárin. Þar fer með stærsta hlut hann Birgir Örn Birgisson, sem hefur nú verið viðlóðandi í íslensku viðskiptalífi alveg lengi. Var meðal hans framkvæmdastjóri Dominos í tæp 10 ár, þangað til að nafni hans Bíldvett keypti reksturinn í fyrra. Einnig situr hann nú í stjórn Lavasjó og Leitar Capital Partners, svo dæmi séu nefnd. Já, hann er í Search Fund teiminu. Já. Hann er það er áhugavert projekt. Já. Og hann er sem sagt einnig stærsti hluthafi í Billboard EHF. Hann á 35,1% hlut í félaginu á sinni persónulegu kennitölu. Ok. Á eftir honum kemur VAR EHF með 30% hlut. En sko það er í eigu einhverja 4 aðila. Mér kemur hvergi fram hvernig sá hlutur skiptist niður sko. Þannig að þú veist, ég gerir ráð fyrir að þetta sé jafnt eignarhald, en
ég veit ekki, það kannski kæruleysi hjá mér en allavega, þetta eru 4 aðilar sem ég ætla ekki að nefna hérna, fólk getur bara flett því upp. Næst kemur Landvist EHF, það með 18% hlut og það í fullri eigu Birgis sjálfs og hann komin í ráðandi eignarhlut hérna 53,1%. Já, ok. Næst kemur 10% hlutur í eigu Klettaskars EHF sem í jafnri eigu Vésteins Haukssonar og Evelínar Guðjónsdóttur. Og síðasti hluthafinn í Billboard svo Kasi Consulting EHF sem á 2,8% hlut og það félagi í fullri eigu Jóns Óttars Birgissonar. Ok. Þannig að það dreift eignarhald á. Já, þetta sko, djöld leiðist mér svona eignarhald, allt á ykkur svona fyrirtækjum. Ég gaman að þessu. Veistu, þetta gerir vinnu mína bara svo flókn. Já, ég veit það. En þú veist, allavega eignarhald upptalið, hann Birgir, hann með ráðandi eignarhlut og svo þetta einhverjir 7-8 aðilar í viðbót. Herðu. Og þetta Billboard EHF? Þetta Billboard EHF. Ok. Við skulum fara aðeins yfir söguna. Já. Og við skulum hafa það ekki í boði Dominos. Já. Og það náttúrulega 3 dagar í dag sem fyrr. Og ég myndi alveg mæla með því að borða eina 3 dags tilboðspizzu með þessu þætti og þetta þessar kjöraðstæður sem við höfum rætt. Já. Að hlusta ársendingaþáttinn yfir einni Dominos. Já. Kannski að henda í sig brauðstöngum líka, kajún. Vaska upp pizzukassana og koma þeim fyrir út í rusli. Ég segi það. En við þökkum Dominos kærlega fyrir samstarfið. Nú yfir söguna. Fyrirtækið Eitt sem ég langar að segja. Já. Fyrsta skipti sem ég man eftir að hafa séð auglýsing á Billboard. Já. Það var Dominos. Það var Dominos? Já. Já. Það var Helga Thors, fyrirhverfandi, hvað segir maður fyrirhverfandi samstarfs? Er það bara samstarfsfélagar? Já. Það alltaf talað það vantar eitthvað svona orð. Unnuð þið saman eða? Já, við vorum vinna saman. Já. Hún var síðan markastjóri á Dominos. Þau gerðu svona að þú gast fylgst með sólarupprássinni. Það eitthvað grillað dæmi, ég held að það hef ekki selt eina pítsu en ég man eftir. Nei, ég er að tjóka. Það var svaka frá. Sko, fyrirtækið verður til 2015 að þið verist þegar þá var nafnabreyting á kennitölun úr Sælgætisgerðinni Evu og yfir í Billboard EHF. Það nú skal ég slaka á bara. Frekar random, en allavega 2015 að gerast nú óskup lítið það ár en það sem 2016 sem fjörið byrjar og samkvæmt vefsíðunni þeirra það 1. júlí sama ára að þar sem þau kveiki á fyrsta skiltinu sínu. Raunar voru þau 2, annað við Gullinbrú, hitt við gatnamót Grensásveg og Miklubrautar. Okay. Og svo skömmu seinna voru minni skilti sett upp við Sæbrautina. Nú þetta rekstrarár 2016 bara nokkuð gott, þau fjárfesta í rekstrarfjármunum fyrir 57 milljónir króna. Og það allt auglýsingaskilti samkvæmt yfirliti en þessi auglýsingaskilti virðast vera svona fjármögnuð að mestu leyti með skammtíma skuldsetningu. Okay. Þá helst við tengda aðila. En eitthvað við lánastofnunni líka. Þannig að þú veist, eitthvað hefur kostað að koma þessu batteri á stað. Í lok þess árs 2016 þá stóðu skuldir við tengda aðila í tæpum 40 milljónum. En því miður þú veist, kemur það ekki fram í þeim ársending frá hverjum það sko. En ég kem nánar inn á þá eftir að þetta einu annað félag sem hangir í samfloti með þeim en mér finnst mjög líklegt að þetta komi bara beint frá eigendum. Ok, þetta fyrsta rekstrár veltaði 29 milljónum og að loka rekstrárinu með rúmlega 2 milljón króna hagnaði en komin í skuldahlutfall upp á tæplega 97% sko. Þetta eru eingöngu skammtímaskuldir sem að ég náttúrulega ekkert sérstaklega hrifinn af. Nei. Bara talið í einhverjum puttum eða? Já, hvað segir þau? Bara talið í einhverjum puttum? Já, bara þú veist. Hvað var það? Já, þetta voru einhverjar 20 milljóna skilur í skammtímaskuldir. 20 puttar? Ég ekki alveg með þetta beint fyrir fram með hérna en ég með þetta bara svona í punktum. En þá það 2017 og sko, samkvæmt heimasíðu félagsins fóru í apríl það ár 5 LED skilti upp í Kópavogi, 3 við Fífuna og 2 við Lindir. Þetta Kópavogsárið? Já, það virðist vera. Já. Og svo bætast við 2 skilti á Selfossi, begge megin við Þjóðveg 1 og í árslok keypti fyrirtæki svo það hér sem það kemur, það Dengs EHF. Já. Og sko þú veist, Dengs EHF var fyrirtæki sem hafði sett upp og þjónust af svona flettiskilti bara árabil. Svo varð talsverð aukning á skiltum þetta ár hjá þeim og það sýnir sig á rekstrarreikningum þar sem þau auka veltu 243% upp í 100 milljónir. Já. Og þau að bæta við sig skiltum að andveri 52 milljóna sem fjármagnaða mestu leyti með einhverju langtímaláni, nánar tiltekið fyrir rúma 46 milljónir króna.
svo það hérna áðurnefnt kaup á þessu félagi, Dengsi EHF, en það keypt fyrir 17,6 milljónir af Billboard. Ég sé ekki betur en að þetta sé bara einhvers konar viðbót í virðiskeðju félagsins frekar en kaup á samkeppni, en hérna samkvæmt ársreikningi Dengsa þá frá 2017. Þá tilgangur félagsins framleiðsla, sala og rekstur auglýsingaskilta, að meðan að tilgangur Billboard rekstur og leiga rekstur og leiga auglýsingaskilta, fattar mig? Má ég stökkva inn hér? Já. Sko, staðan þessi. Bróðir frænku minna var í Röð í Krónunni með gaur sem sóttum vinnu þarna einu sinni og hann sagði honum inn á sögu. Já, ok. Staðan víst svo að Vésteinn framkvæmdastjóri vakinn og sofinn, eiginlega herra Billboard eins og ég kom inn á hann. Svo koma hinn í fjárfestar. Árið 2017, árið sem þú ert að tala þá fjall frá maður á besta aldri að nafni Jóhannes Tryggvason sem átti Dengsi EHF. Og Dengsi EHF tók að mestu þátt og byggði upp eða öll skilti sem voru í Reykjavík á þeim tímapunkti. Flettiskiltin. Hlustaðu nú, þetta eru flettiskilti. Heyrðu, sagan segir að það í dag bannað að byggja fleiri LED-skilti á höfuðborgarsvæðinu. En það víst þannig að þú mátt breyta gömlum skiltum eða gömlum skilgreindum og auglýsingasvæðum í LED. Þannig að þegar Billboard eignast Dengsa þá voru þeir konum með rúsínu sem að má sigurhúða. Já, einmitt. Og þú sefur á slíkri rúsínu og þú borðar hana. Ég skil þig. Þannig að það sem þeir gera með að eignast Dengsa, þeir eru rauninni bara eignast innviðina. Óvirku innviðina. Að þeir byrja að breyta gömlum flettiskiltum í LED. Það rýmar svona alveg í minningunni við upplifun okkar og fleiri. Þetta tildulega nýr bransi hérna heima, sko. Því að flettiskiltum voru bara... Já. Það bara eins og prinsess og bauninni, sko. En hitt meira að vera með rúsínu á bakinu. Já. Allavega, já, en þú veist, ok, þannig að þau eru að kaupa, en þú veist, eins og ég segi þau eru ekki að kaupa samkeppni, þau eru að kaupa innviðina sem að... En fyrir mér leiti þetta út, þú veist, við yfirferð, þú ert náttúrulega að segja mér eitthvað sem við erum búin að ræða, skilju, okkur finnst svo gaman að gera það þannig. Ég veit það, þetta á bróðið frænku minnar í Röð og hann heyrði þetta. Já, ég leita á þessi kaup sem eitthvað svona blanda af kaupum á samkeppni og bara aukin sérþekkingu, skilju, ok? En svo kemur í ljós að þau eru bara að kaupa innviðina, skilju. Þannig að þetta er athyglisvert. En sko, Dengsi var á þessum tímapunkti búið að vera bara í bransanum í 20 ár, síns mér. Og þetta hefur verið bara væntanlega kærkomið viðbót. Sko, annars 2017 svona frekar solid ár hjá þeim, skuldahlutfallið haggaðist lítið, hagnaður sömuleiðis 96% skuldahlutfall og hagnaður í loka árstæpar 3 milljónir. En þó verði ég að koma því að afskriftirnar, þær eru alveg gífurlega þungar. Þetta einhverja 20 milljónir og því EBITan tæpa 28 milljónir sem bara flottur árangur. Þannig að þeir eru búin að fjárfesta alveg gífurlegu fjármagni í, þú veist, virðist vera í þessum skiltum, sko. En nú erum við náttúrulega að tala um Billboard EHF. Það er svona rauði þráðurinn hérna hjá okkur. Akkurat. En við munum koma til með að minnast auðvitað eitthvað á Dengsan. Herðu ströymyfirhreindi 2018, þar átti sér stað tekjuaukning upp á 91% úr 100 milljónum upp í 191 milljón. En sko 2018 var samt í raun alveg risastórt fyrir þau. Þarna gera þau samning við Reykjavíkurborg til 15 ára rekstur biðskýla sem sagt bara strætóskýli í borginni. Og það var gert ráð fyrir þjónustu á 210 biðskýlum, auk 50 auglýsingastanda sem fyrirtækið hefur leyfi til að setja upp. Kjölfarið var samið afnot og sölurétt auglýsinga á eldri skýlum á öllu höfuðborgarsvæðinu ásamt yfirtök og þjónustu samning við Garðabæ, Hafnarfjörð, Seltjarnarnes og Kópavog. Og þetta auðvitað risa dæmi að komast í, sko, já. Þannig eru þau komin bara í nokkuð konar, þú veist, svona að þér virðist 15 ára einogurnar stöðu á strætóskýlum borgarinnar, þú veist. Þetta er bara samningur, að þetta var einhvers konar útboð, en ég fer nánar inn í þetta. Hann gekk ekki hljóðlaust fyrir sig, þessi samningur. Ég sá það. Já, samkvæmt grein frá árinu 2018 úr DMVF var mikil óánægja innanbúðar hjá fyrirtækinu AFA JC Deco sem hafði rekið biðskýli Reykjavík í 20 ár fram að þessu. Einhver konfekt shop að það? Já, ég ætla að lesa upp stuttan bút úr grein sem ég fann á DMVF. Og þessi bútur sem sagt frá 10. ágúst 2018. Og hún hljóða svo, eða allavega hluti af henni.
Í vor fór Reykjavíkurborg í útboð vegna uppsetningar og rekstrar strætóbiðskýla sem notendur strætó í Reykjavík munu nota daglega víðsvegar borgina næstu 15 ár. Útboðin hljóðuðu upp á uppsetningu og rekstur á alltaf 400 biðskýlum en að lágmarki 210 biðskýli. Ekkert fyrirtæki tók þátt í útboði Reykjavíkurborgar og fór þá vinna á stað innan borgarinnar í að hafa samband við fyrirtæki sem hefðu sýnt útboðinu áhuga og ræða við þau. Eftir þá vinnu var gerður kaupsamningur við fyrirtæki Dengsa EHF og hljóðaði sá samningur upp á rekstur 210 biðskýla víða borgina. AFA JCDK Ísland sem hefur rekið biðskýli Reykjavík síðan 1998 hefur nú kært samningin til kærunefndar útboðsmála hjá fjármálaráðuneytinu. Samkvæmt kærunni þess krafist að samningur verði lýstur óvirkur, að Reykjavíkurborg verði að gera nýtt útboð ásamt því sem þessi krafist að skoðu verði möguleg skaðabótaskylda borgarinnar gagnvart AFA JCDK Ísland. Okay. Kærunni efast lögfræðingur sem fer með máli fyrir hönd AFA JCDK Ísland fjárhagslega burði Dengsa EHF ásamt því að benda á möguleg reynsluleysi stjórnenda móðurfélags Dengsa EHF á rekstri og uppsetningu biðskýla. Einnig telur kærandinn að slegið hafi verið að kröfum útboðsins við gerð kaupsamnings við Dengsa EHF í samtali við DFF vísaði Vésteinn Gauti Hauksson, framkvæmdastjóri Billboard EHF, móðurfélags Dengsa á þessum... Býtu, hvað ég að lesa þarna, býtu? Ég ekki bara hendi þessari fréttin í tíminu bingja. Nei, býtu. Ég byrja upp á nýtt. Í samtali við DFF vísaði Vésteinn Gauti Hauksson, framkvæmdastjóri Billboard EHF, móðurfélags Dengsa þessum atriðum á bug. Vá, ég vil láta steikt eitthvað. Okay. Hann sagði að fjárhagsstaða fyrirtækisins væri góð og að fyrirtækið hefði staðist allar kröfur útboðsins. Svo segir hann, við gerum okkur grein fyrir því að svona verkefni kosta mikla peninga og því þurfa hluthafarnir að auka eigið fyrir félagsins sem verður að sjálfsögðu gert eftir að verkefnið farið á stað. Hann segir einnig, Dengsi búið að vera í rekstri á þessum markaði yfir 20 ár. Fyrirtæki settur flestöll flettiskilti á landinu og reka svona flettiskilti allan þennan tíma til að vera gífulega reynslu. Ok, þetta var kannski smá langlúka. Takk fyrir þetta. Já, bara verðið ræði. En sko, þú veist, svo fyndið og bara eiginlega hálf átakalegt að fylgjast með samdrætti þetta AFA JCDK eftir að þau mistan í hendur Billboard, sett samningin. Fóruðu ekki bara aftur að selja konfekt eða eitthvað? Nei, þegar sko, eða þú veist, já, er reyndar í hendur Dengsa öllu heldur, sem náttúrulega í eigu Billboard. Því að sko, þetta virðist hafa verið ágætis veldi fram að 2018, svo milli 2018 og 2020 var 83% tekjusamdráttur. Það var vissulega gerði einhver nafna og eigendabreiting á félaginu 2018, einhver síður, þá tilgangur félagsins ennþá svo sami árið 2020 og hann var áður, það er að segja rekstur úti auglýsinga í götugluggum. Þannig að þarna er eitthvað fyrirtæki sem að... Það er bara fyrirtæki sem að sá öll strætóskilinu, ekki? Jú, áður, en þau virðast ennþá vera í business, en það er bara búið að nafnabreyta, það er nýjir eigendur. Það er kannski að passa hvað ég segi. Ég held að þetta væri búið spil, ég byrst afsökunar. En þetta hefur verið samilegt takeover þarna hjá Billboard og Dengsa, bara Billboard samstæðinu árið 2018. Strategic. Já, mikill vendipunktur bara held í þeirra rekstri. En nú veit ég ekki hvernig þetta kærumál fór, en það virðist vera sem að það hef ekkert orðið úr því, þau eru ennþá í þessu í dag. Já, áfram með smjörið. Já, bara stuttlega yfir 2018, þetta er rúmlega, þetta er 191 miljón í veltu, eins og ég segi, 27 miljón króna EBITDA, svo þungar afskriftir sem fyrir sem geta það upp og já, sko, svo er fjármagnsgjöld upp á 17,6 miljónir sem steypið þeim alveg í bullandi tap upp á 12,3 miljónir og svo til að bæta gráðun og svart þá er tap dótturfélagsins Dengsa EHF, það er bara 18 miljónir. Þannig að samstæðan er samtals að tapa 30 miljónir króna. Fá samt eitthvað endurgreiddan skatt, þetta er í rauninni 27,7 miljónir í tap. En hér finnst mér merkilegt, hér er hvorki verið að auka hlutafé eða eigifé hvorara félaga, eins og Vésteinn talaði að væri nauðsynlegt fyrir félagið. Þetta er rauninni bara þvert á móti, hér er skuldahlutfall Billboard komið í 116%, þannig að eiginfjárstaðan eru neikvæð og þetta er mestmagnis bara einhverja skammtímaskuldir og fjármagnsgjöldin af þeim virðast vera að býta vel í rekstrarreikningin, eins og ég nefndi á þann, einhverja 17,6 miljónir. Þannig að þú veist, það lítur út fyrir að þú veist, hér er ekki verið að auka eigið félag, hér er bara verið að lána inn í félagið. Þetta er aðeinslega tengdir aðeilar, sko, sem er þá bara eigendur félagsins. En já, örstuð í 2019, velta 227 miljónum, fínasti vöxtur, eitthvað hefði maður haldið samt að tekjurnar myndi aukast meira
í ljósi þessa samnings, en þá auðvitað kíkti ég á Dengsa og þar fara þau úr 30 milljónum upp í 160 milli ára. Já, þarna kemur það. Tekjur samstæðanar eru í raun að aukast hérna 74%. Svo má vel vera, þú veist, eitthvað hreinlega bara flutt þarna á milli, en kenning minn svo að þau haldi þessu svona, kenningin mín var eiginlega svo að þú veist, að Dengsi rukki fyrir uppsetningu á biðstöðum og auglýsingum á meðan Billboard rukki, þú veist, fyrirtækin fyrir bara slotið, þar að segja fyrir auglýsingaplásið, En, er það eitthvað ósennilegt? Já, en svo erum við nú bara með innanbúðar heimildir, sem að, gróflega má segja að undir hatti Billboard séu stórir skjáir. Dengsi með strætóskýlin og þannig að, þetta er kannski ekki alveg eins einfalt og ég talaði en það verðist vera sem að, þú veist, Billboard sé að bara taka auglýsingar fyrir stóru skjána og Dengsi, strætóskýlin og auglýsingar fyrir strætóskýlin, Já. En, 2019 bara til að klára það eru hagnaður rúmar 8 milljónir, hér Dengsi dóldi að draga niður í svaðið með 24 milljón krónar tapi. Já. Og Billboard endar á því að tapa 18 milljónum. Ég sé það. Hér voru reyndar alveg svakalegar vendingar í rekstri Dengsa. Þau eru að fjárfesta í rekstrarfjármunum fyrir tæpar 319 milljónir. Og langstærstur hluti af því eru skýlin, skilti og standar. Og þetta er nánast eingöngu fjármagnað með lánum, langtímalánum på 217 milljónir og svo er skuld við tengda aðila komin hérna upp í 213 milljónir. Og þú veist, hér er bara einn tengdur aðili sem er Billboard EHF og þú veist, ég skildi nú ekki alveg, þú veist, hvernig þau gætu lánað þetta á milli, en svo kemur í ljós að Billboard EHF er líka komið í skuld við tengda aðili upp á 254, þannig að þú veist, ég gerir ráð fyrir að eigendur Billboard hafi lánað þeim upp úr sínum eigin vasa sem að útskýri kannski þessi hærri vaxtagjöld. Er binna alveg haldið utan við þetta? Já, neða, þú veist, það eru tengdir aðilar sem eru að lána þetta, Þetta eru 31 milljón króna í vextir þetta ár. Ég vil taka það fram, þú veist, þetta eru samt bara fabulegar hjá mér, en það er nánast örugt að eigendur Billboard hafi lánað félaginu sjálfu, en ég þekki ekki nákvæm vaxtakjör á því láni, en þú veist, já, þetta er komið í smá steypu hérna, kannski ekkit ósangjöld gagnrýni eftir allt saman að fjárhagsleg staða félagsins hafi ekki verið nægilega góð fyrir verkefni sem þetta, ég meina, bæði félag skuldsettu fyrir haus og í neikvæðri eiginfjárstöðu og það lítur út fyrir að eigendur séu samt fjársterkir og við skulum bara sjá Það er verið að fjárfesta þetta í framtíð. Já, þú veist, eigendurnir virðast vera einmitt, eins og ég segi, geta lána nóg. Nú, 2020, þá er Billboard að eiga mjög gott ár, velta einhverjum 280 milljónum og hala inn 65,5 milljónum í EBITDA. Hagnast 16,6 og svo Dengsi 11, svo eftirtekjuskatti samstæðan í hreinum hagnaði upp á 24,3 milljónir. Eitthvað svona að fara að rætast úr þessu. Það er lítið fjárfestingar hjá Billboard þetta ár, rúma 9 milljónir auglýsingaskilti, engar nýjar skuldir og þau virðast bara vera að nota hagnaði ársins til að greiða niður þessar skuldir. Það er ótrúlega vel út úr COVID. Já, það virðist vera Er að vaksa eitthvað en eru að nýta, þú veist, þennan glugga, greiða niður 22,5 milljón inn á skuldir og lækka þar að leiðandi skuldahlutfalli og komið niður í 105,5% og það er eiginlega sama sinnis hjá Dengsa, greiða eitthvað inn á skuld við hluthafa og virðast endur fjármagna langtímalán en þeir eru talsvert að fjárfesta þetta. Þetta er einhverjar 32 milljónir aðal í skýli, skilti og standa, annars bara fínt ár svona hjá báðum fyrirtækjum. Dengsi er að auka veltu upp í 287 milljónir sem er 80% tekjuvöxtur, svo það er allt í blúsandi gangi. Þá erum við komin á árið 2021 sem er nýjasti útgefni ársreikningur og það er alltaf svona aðeins ítalera í stöðumála og við ætlum að byrja á rekstrarreikning og í dag verður hann í boði Jónfrúnar. Já. Og þar voru við nú á föstudaginn síðasta. Það lifnar yfir manni. Já, og að sjálfsögðu var, fyrir utan þessar kræsingar sem við fengum þarna hjá þeim, þá var að sjálfsögðu ráðherra á svæðinu. Já. Við ætlum ekki að gefa upp hvaða ráðherra það var. Nei, hún var að drekka, Já, nú ertu... Hann var að, Nú ertu allavega búin að... Já, það var ráðherra, það verður ekki meira sagt. Þú ert allavega búin að narra á aðeins. Já. En þar var verið að gera samninga, held ég. Ég held það. Já. Og þau voru þarna að drekka vatn. Já. Lífsins vatn, sem er ágaviti. Já. Og
höfðu það held ég bara gott. Nei, þau voru öll edrú, ég sá það. Já, ég held það. En þú drakst lífsins vatn? Já, ég fekk mér 1/4 af ágaviti. Já. Ég er ekki ágavitsmaður, en Jómfrúin, þetta er náttúrulega eins og við höfum nefnt áður. Þetta er einhvers konar, bara svona miðstöð, svona miðpunktur viðskipta, suðupottur viðskipta. Já, og greinilega, og stjórnmála. Viðskipta og stóra samninga. Já, stóra samninga. Já, pólitíkin lætur sjá sig. Já, og svo viljum við benda á jólahlaðborðið. Kæru hlustendur, við viljum í Guðanabænum bara Borða ykkur frá niðurlægingu? Já, bara hugið að því núna að fara að panta. Fyrir 2023. Já, fyrir 2023. Það væri gaman að sjá hvort þið laust ennþá. Nei, bara geggjaður staður í alla staði, kíkja á þetta. Samanlega. Og mælum með síldaplattanum. Já, en herðu, tekjur, byrjum að þeim í rekstrarreikning. Þau eru hérna Billboard að auka veltu 5,5% upp í 295 milljónir. Þetta ár var Dengsi þó að velta talsvert meiru. 600 milljónum, takk fyrir. Já, þarna er fjárfestingi byrjað að kikka tilbaka. Ég ætla samt að taka það fram að Billboard seldi Dengsa EHF hérna á þessu árið 2021 með 23,6 miljón króna söluhagnaði. En nýtt eignarhald á Dengsa er í rauninni bara það sama og á Billboard EHF. Sem sagt, ef endanlegir eigendur eru skoðir. Það er að segja að Dengsi EHF er ekki lengur dótturfélag Billboard. Já, þú meinar. Heldur bara í eigu sömu aðila. Já, þetta eru systurfélög. Já, það er svo orðið komast. Já. Herðu, kostnaðarverð seldra vara, sko, það er náttúrulega í rauninni ekkert eiginlega kostnaðarverð seldra vara hérna. Það er svolítið vorðið eins og að vakna með 2 rúsínur á bakinu. Þú veist, þetta er náttúrulega ekki fysisk vara sem þau eru að selja þannig, sko. Nei. Þannig að það er engin álagning eða neitt sem að þið fáið í dag, kæru hlustendur. Gaman að vita, helduru að Kaldalón sé að mýg utan í óvirku innviðina hjá þeim? Já, hvort þessi eitthvað farnir að sitja með þessu gráir kettir. Með við kaupa störana. Það er eins og kettir í kringum graut. Já. Nú förum við launin. Sko, það eru 3 stöðugildi skráð í ásreikningunum hjá þeim. Laun og launatengigjöld nema hérna 72,5 miljón sem er 24,6% af veltunni hjá þeim. Ef við tökum hérna launatengigjöldin frá, þá standa eftir 60 miljónir. Svo hér erum við að tala meðaltekjur upp á 1670.000 krónur í laun. Svo þetta 1.670.000 í laun á kjafta mánuði. Þó nú talsvert fleiri. Það eru talsvert fleiri starfsmenn skráðir á síðuna hjá þeim og mér finnst líklegt að þau séu á launaskrá hjá Dengsa EHF en þar eru stöðugildin 16,5 og þó er þá hrein meðalaun þar rúm 1 milljón á haus og það er því ljóst að þarna er verið að borga almennilega. Já. Það virðist vera sko. En ég líka sko, ég veit það. Sorry. Já, ekkert mál. Að stöðugildin skiptast í. Þú ert basically bara með staffið, sölumenn, bókaldið, selja. Það er ekki að drullast til að setja eitthvað skemmtilegt á skilti. Og svo ertu með, að ég heyriði mestmegnis bara dútana sem að hendis upp. Það er stöðugt viðhald og... Já, algjörlega. Það eru ekki að reisa eitthvað skilti? Já, þau eru náttúrulega, þau eru ekki bara með lettskjái, sko. Nei, það eru þarna einhverju segldúkar og svo líka ef að slúðurinn sem ég heyrði er rétt, að þeim megi bara ekki reisa fleiri lettskjái. Þá hljótaði að vera að hendi í eitthvað annað. Það herðu, EBITDAN, hún stendur hérna í 24,8 miljónum eða 8,4% framlegð sem er eiginlega sögulegt lágmark hjá þeim. Sko... Ertu ég á Billboard þá? Já, sko, ég náttúrulega bara að tala Billboard, sko. Þú veist, við eiginlega áttuðum okkur á því og seint að Dengsi og Billboard, þú veist, þetta er rauninni samstæða, sko. Já, akkurat. Ég er svona að reyna að koma inn á Dengsa líka, sko. Já. Það hefði náttúrulega verið þægilegt að hafa þetta bara samstæðureikning. Já, akkurat. Þetta er kannski eitthvað plott. Já, einmitt. Brjóta þetta upp, selja óvirku innviðina þanga, virku þanga. Hvað veit maður? Leigja. Já. Helvítis hafari alltaf í kringum þessa fjarskipti og þetta dauðu innviði. Já. Þetta er ekki, það er talað innviði í þessu. Óvirka. Var ekki komið nóg að þessu á fjarskiptafélagunum? Jó, ég segi það, sko. Allir búin að fá nóg að þessu tali. Hætti þessu bara. Heyrðu, ok. En hérna, já, eins og ég sagði, þetta er svona það lægsta sem hefur verið hjá þeim síðustu ár í EBITDA-framleiðinni en hérna, annar rekstrakostnaður hjá þeim er alveg gífurlegur. Þetta eru 198 milljónir króna sem er 67% af heildarveltu fyrirtækisins. Ég er ekki alveg nægilega kunnugur staðáttum til að fara að greina hvað veldur svona gríðarlega háum öðrum rekstrakostnaði en það er ekki ólíklegt að hér sé Billboard
EHF bara kaupa vinnu af Dengsa EHF fyrir uppsendingu á skiltum. Já, getur verið. Já, og bara smíði á einhverju, þú veist, ég veit ekki. En það þó bara fabulöringar en því miður engin sundurliðun á þessum öðru rekstrarkostnaði eins og við sjáum oft. Ég hef gaman að því að komast í, það oft svona djús í kringu það. Já, rekstrarkostnaðurinn. Já. Sá annar. Já, eða sá annar rekstrarkostnaður, sko. En herðu, afkoma ársins, hún því miður neikvæð, 6,4 milljónir. Sko, en svo afkoma áhrif á dótturfélagi, 23,6 milljónir sem að í rauninni nemur söluhagnaðinum á Dengsa. Já. En eins og ég nefndi á hann... Sér það, vaxtagjöldin eru bara að geta þetta upp. Já, þú veist, í rauninni, og eins og ég sagði, sem að gæti stafað að því að eigendur að lána fyrirtækinu á kannski hárri bara háum vöxtum, sko. Þannig að það getur verið ástæðan fyrir því að þetta svona há vaxtagjöld. En allavega heildarafkoma jákvæðstærð í rekstrarreikning þó að þau hafi tapað sem Billboard EHF hafi tapað sjálfur hafi tapað sjálft þá söluhagnaðurinn sem að rífuðu upp í jákvæða afkomu 18,5 milljón en þó skal tekið fram að Dengsi að hagnast 165 milljónir á þessu ári þannig að eigendum þessara félaga að ganga vel sko. Já, kírsukúlunar að koma tilbaka. Já, þú veist, hér virðist vera að þetta sé farið að borga sig sko. Ég held það. Já. Ég held að þetta þú veist það ekki launungamál. Það virðist að hafa verið frekar erfitt, þú veist, að landa þessu samning og þurfa, þú veist, þau voru þarna þurft að lána heilan helling, en það virðist vera að koma tilbaka. Ég líka bara fyrir viku þegar við vorum ekki búin að ræða að taka þetta fyrir. Þá var þetta mest boring heimur sem við hefum getað hugsað okkur. Núna Ég sé, þú veist, það ekkert nema grænir hlutir í bréfunum í þessum bransa, sko. Já, það verðist vera. Nema bara fyrir samkeppnina, hver ætlar að komast inn? Það erfiðast, sko. Já, einmitt. Það þess vegna, þú veist. En það ekki við þess að vera að sakast. Það illa við orðið einokun, sko. Hér eru þau bara að semja vel. Já, þau eru náttúrulega bara að meina samning við Daxa og Co. Svo Daxa náttúrulega lengja umferðina og kemur koma á auka djús. En svo náttúrulega bannað að setja upp fleiri skilti bara. Já, og þau eru komin einhvern veginn bara í öll skiltin. Algjörlega beautiful. Það svona, já. En landsbyggðin alltaf eftir. Já, svo það. Við meðum ekki vera eins og sumir, það má ekki gleyma henni. Nei. Og ég ætlaði að koma inn á það, síðast þegar ég fór Blöndós, þá Lindex-skilti. Já, heyrðu, einmitt. Hefur þið tekið eftir því? Já, nei, ég er að tala um er ekki að Selfossi? Það risa, já, það bara í eigu Lindex, held ég. Já, það náttúrulega eitt af okkar uppáhaldshugsjóna fólki sem við höfum tekið fyrir. Já, við höfum tekið þau fyrir. Þau hafa sér tækifæri í því að reisa bara sjálf svona Lindex-skilti hér og þar landið, sko. Einmitt. Brilliant. Valla Lindex á Blöndósi? Nei, ég held sér á Akureyri, Egilsstöðum, Selfossi. Já, en þetta bara á leiðinni. Þjóðvegur 1 gengur í gegnum Blöndós. Þau vita bara, heyrðu, þetta snilt. Bombum sem ég Algjörlega. Heyrðu, þá skulum við kíkja á efnahagsreikningin. Við ætlum að hafa hann í boði Keldunar í dag. Já, ég líka með smá í boði Lents hans. Já. Ég og Lents lögðum á ráðin. Já. Ertu með það núna eða? Já, vilt að ég hendi bara í það? Er það ekki bara það? Já, sko, úr Billboard Insider, hlaðvarpinu sem ég hlusta á. Já. Þá var talað þarna við mann sem búinn að starfa í fjármögnun, M&A og bara svona brokering á þessu í 35 ár. Já. Hann sagði stór merkileg tíðindi. Þetta að treyta á 10,5 sinnum EBITDA. Þessi bransi. Ok. Og hann nefndi, þú veist, og getur farið allt upp í 5,5 sinnum velta. Þannig að það svona, það komið bil. Ok. Og ég og Lentsarinn laðumst aðeins yfir þetta. Tókum Dengsa og Billboard. Já. Og hvoru vilt að við byrjum á? Já, ég myndi eiginlega bara taka þetta saman. Já, náttúrulega í rauninni þetta samstæða sko. Það ofvið fyrir mér, þannig að ég ætla að byrja að taka bara Dengsa. Já. Og ég var búin að slá því upp. 10,5 sinnum EBITDA, 21, 2,3 jardar. Ekki ósennileg tala. Á Billboard? Já, þeir eru með 222 í EBITDA. Nei. Dengsi? Nei, ég er á Dengsa. Já, þú ert á Dengsa. Ég byrja á Dengsa, já, ok, þá skal ég taka Billboard. Já, en samt svo, það alveg. Já, þetta er farið að kýtla. Þetta þið kýtlar að þessu. Alveg upphæð. Já, og Dengsi 260. Út af því að 24,8 sinnum 10,5. En hvað Billboard? Nei, Billboard, sorry, ok. Förum tilbaka. Ég byrja á Dengsa. Dengsi með 222 í EBITDA, sem 10,5, 2,3. Billboard með 24 í EBITDA, sem 10,5.
sem 220. Þessi samstæða svona 260. 2,5 milljarður. Já, easily. Og ég tók líka hitt, maður sér ekki oft verðlagt út frá veltu. Nei, kannski einhver svona Já, það oft metrikar, rættum metrika hérna. Maður hefur heyrt með veitingastæði. Já, þetta selt 3 sinnum velta og 90% seljandaláni eða eitthvað. Veltan á Billboard, byrja á Billboard, snýs við. Þá það 1,6 sem bara 295 miljónar velta sem 5,5. 3,3 í Dengsa. Já. Ég meina Dengsi velti 610 miljónum. Og Lentsaðin var ekkert sammála með þetta. Hann eiginlega vildi að ég færi ekki í loftu með þetta, en ég... Já, bara eins og þú gerir best einhvern veginn. Já. Sá óabyrgi. Óabyrgi, bara hendur sér í þetta. En með Keldunni, þar höfum við verið í samstarfi bara nánast frá upphafi. Já. Og þar skoðum við alla okkar reikninga. Svo þetta gamla góða áskriftarleiðin hjá þeim, sem gerir kleifta að ná í rafrænt yfirlit yfir ársreikninga og þú veist, auðveldar okkar vinnu bara gigantískt. Já, ég meina skottisti bara í áskrift, byttu yfirmanninum kreditkort og segðu, heyrðu, ég ætla að kaupa hérna köku, ammælisköku, handa einhverjum hérna á skrifstofunni. Borgaði bara Keldu áskriftina með þessu og það allir sáttir. Já, það náttúrulega gott triks. Já, nei, komið rétt og satt fram. En þetta hugmynd, þið megi láta reyna á þetta. Herðu, við skulum þá kíkja á efnahagsreikningin. Já, hann svona frekar laggóður, stuttur og laggóður. Hérna, byrjum bara á eignum. Það fastafjármunir ekki nema 31 milljón. En þau að selja frá sér hérna rekstrarfjármunir fyrir tæpar 174 milljónir og nánast bara tæma þá stærð. Það virðist vera, sko, já, það situr einhver svona rúm milljón eftir þar. Sömulegis voru rekstrarfjármunir seldir í stórum stíl hjá Dengsa eða fyrir 414 milljónir. Og mér svo leiðilegt að vita ekki, þú veist, nákvæmlega hvað að gerast hérna. Því að það einhverja vendingar hérna. Við verðum að fá hann hérna á föstudaginn í kaffið. Það væri gaman. En það svo sem ekki okkar hlutverk endilega að upplýsa ykkur hvað nákvæmlega gerðist, en við erum bara að fara yfir fjárhagsstöðu félagsins. Það var allavega mikið selt hérna frá þeim. Nú, eignarhlutur í dótturfélagi, hann engin í loka árs þar sem þau selja hérna Dengsa út úr félaginu. Svo það stórmerkileg starf hérna, eignarhlutur í öðrum félögum. Það upp á 30 milljónir, en á árinu þá kaupa þau 1,38% hlut í Verna, sem þarna nýja bílatryggingafélag. Já, alveg rétt. Og þau hérna, já, eins og ég segi, kaupa 1,38% hlut á 30 milljónir, sem gerir virði Verna að tæpum 2,2 milljörðum króna, sem mér finnst athyglisvert. Það eru stórmerkilega tölur. Já, 2,2 milljarðir, þú veist, ég meina, þetta konsept, það hefur ekki verið reynt áður á Íslandi. Sko, Vís fór á stað með þetta, með ökuvísi í fyrra. Já, þau eru náttúrulega ekki bara með það, þú veist, þau eru bara að fara í eitthvað svona stafrænt. Já, akkurat, að þú gefið þeim upplýsingar hvernig þú keyrir til þess að fá betri kjör eða verri, eða þú ert lélegur ökumaður. Ég þarf að finna út það var fyrirtæki á markaði í Bandaríkjunum sem fór í svona, ég held að þetta Lemonade. Það tankaði, sko. Það tankaði? Já, þannig að það væri gaman að, Lemonade Insurance Company. Þau allavega hjá Billboard virðast hafa trú á þessu og eru tilbúin að setja á þetta 2,2 miljard króna verðmat. Já. En allavega, en þá, já, fastafjármunir sumir upp í 31 miljón. Nú veltufjármunir, það veltufjármunir 272 miljónir. Byrðir engar, eins og ég nefndi áðan, og langsalega stærsta stærðin hér eru þessar kröfur á tengda aðila sem að standa í 255 miljónum og það skiptist í 207 miljónir á Dengsa og svo hérna nýtt félag komið til sögunar sem heitir BBE og þau eiga kröfu á það félag fyrir 48 miljónir. Þetta félag hérna BBE kann ég svona engin sérstök deili á, ég fekk það út undan mér hérna, ég var sungið að eiranum mínu að þetta væri innflutningur og fasteignir og þetta þetta félag BBE í rauninni bara ónotað þannig til 2020 og 2021, þá byrjar að sjást einhver hreyfing á því, sko. En, já, og þú veist, það bara sama eignarhald á þessu á Billboard og á Dengsa. Og það eitthvað þarna samspil þarna á milli sem að, þú veist, við erum ekki alveg átt okkur nægilega vel á, en hérna bara, einmitt, fáum Vésteinn, við verðum að fá Vésteinn. Sorry, hérna Lemonade Juicein, hann ég klárið það. Já. Sko, það búið að fara úr $163 niður í 21. Já. Sem sama módel og Verna. Market cap. Nei, stokkpræsið.
Market capi þá væntanlega búið að, hvað það, 8-földun í market capi 1,5 BE. Já. Búið að fara úr hérna, 1,5 BE, þú veist, það bara, það læra verðmat heldur en á verðna, sko. Með að við þessi kaup, sko. Já, við þurfum eitthvað að skoða þetta. Allavega. En allavega svo restin af veltufjármunum bara hérna viðskiptakröfur og aðra skammtíma skuldir fyrir tæpar 9 milljónir og svo handbært því upp á 8 milljónir og samtals eru þetta eignir veltufjármunir pluss fasta fjármunir upp á 304 milljónir. Þá þjóttum við yfir í skuldahliðina, erum hérna með skuld við lánastofnanir upp á 20,5 milljón sem þeirra eina langtíma skuld. Svo eru þau dálítið stoppuð af skammtíma skuldunum, stærst það hérna skuld við tengda aðila upp á 220 milljónir. Og það raun samkvæmt skýringum hérna, bein skuld við hluthafa en ekki BBI og Dengsa. Þannig að þetta eru bara, eins og ég sagði áðan, þetta eru eigendurnir sjálfur sem að lána Billboard upp úr eigin vasa. Svo hérna næsta árs afborgun langtímalán upp á 15,5, viðskiptaskuldir og aðra skammtímaskuldir fyrir 46, jari, samtals 281 milljón í skammtímaskuld og þá ráð að skoða skammtíma greiðsluhæfi félagsins og það þá auðvitað bara veltufjárhlutfallið þar sem þau halda ekki byrðum og því veltufjárhlutfallið bara sama og lausafjárhlutfall og við fáum hlutfall upp á 0,97 sem ég tek í sátt. Þetta auðvitað mestmegnis kröfur eða skuldir á tengda aðila þannig að það í rauninni hægt að leika sér dálítið með þetta hlutfall hjá þeim sko. Kannski ekki alveg marktækasta fyrirtæki til að vera að skoða þessi skammtíma skuldahlutfall. En allavega þá eru skuldirnar samtals 302 milljónir og skuldahlutfallið því 99,3% sem að því ekki nema 0,7% eiginfjárstaða. Þau eru allavega komin undir hérna 100% skuldastöðuna í fyrsta sinn í 4 ár sem vel. Og talandi eiginfjárstöðu, þá hún orðin jákvæð hérna, eru hérna með óráðstafað eigið upp á 1,6 milljónir. Og svo þetta bara klassiska hlutafé hérna 500.000 og lögbindi varsjóður 125 og fleiri verða orðin ekki það. Svo bara svona til að draga þetta eins saman, búin að renna yfir ársreikninginn og söguna. Þú veist, ég verð að viðkynna náttúrulega þessi yfirferð leit örlítið einfaldar út í byrjun. Það eru þarna í rauninni einhver 3 félög sem vefja standa saman og að eiga í viðskiptum bara sín á milli. Þú veist, einfaldast væri að hafa þetta bara hérna samsteypureikning skilur, eða hérna hvað kvöldur við þetta? Samstæðureikning, Jesús. Þetta óttalega samsteypa. Sko. En það virðist allan að vera helviti dýrt að starta svona batteri og þau eru náttúrulega, þú veist, því að þau náttúrulega eru á tildur á stuttum tíma bara búin að eignast markaðinn, sko. Já, basically. Þannig að, þú veist, og þau eru líka að skuldsetja sig alveg mikið og hafa verið það bara heil lengi og það alveg ljóst að þú ert ekki að fara að byrja í þessum rekstri auralaus, sko. Nei, og ég minna að þau eru bara að taka bett. Þá með þess að sagt í umsögninu að þau hefðu ekkert í þetta. Hver hlær í dag? Já, þú veist, þessi fjárfesting nú, þú veist, kannski líklega ekki farin að skila sér en þá skilur hún kemur. Fjárfesting, þetta náttúrulega aðalega bara lán frá eigendum, sko. En það þarf fjármagn og þolinmótt fjármagn að því verið, sko. En hérna fínt verðmat á þessu, hjá mér og Lendsarum. Billboard EHF hefur ekkert verið að hagnast neitt gríðarlega en Dengsi og BBI eru ekki að spæla peninga hérna 2021. BBI að hagnast 105 milljónir, Dengsi 165 sko. Þannig að, þú veist, jú. Þetta bara gott. Samstæðan að standa sig vel. Já, bara til að loka þessu mín megin og á því að hafa talað við aðla sem að auglýsa þarna. Það sagt, Billboard búið að gera magnaðar hluti síðustu ár og þau eru búin að fara úr því að vera aukamiðl sem fyrirtæki auglýsa í að vera svona aðal eða einn af aðal og auglýsingaperrarnir segja að þetta líka sko einhvern veginn fyrir undir meðvendundina að para þetta með útvarpi eða öðrum auglýsingum. Þannig að þú veist, takt eins og í bílnum, þú ert að hlusta á eitthvað, svo sérðu það fyrir fram að þig, þú ert bara, heyrðu, ok. Þetta er meant to be. Mega, svo sérðu billboardið, ásið þarna bara sleikja ástina á einni Dominos. Já, eða Payday. Talandi Payday, þessi samantekt var í boði Payday, ég veit. Já, heyrðu, ef ekki bara loka sem með Bjössa, ég hitt hann í morgun, hann er að fara í frí, vel verðskulda frí. Er hann hvert að fara? Alicante? Stóra Alicante svæði. Hann er góðvinni þáttari. En það er líka bara út af því að það er von á stórum fréttum í september. Nýjungar hjá Payday sem verður mjög gaman að fylgjast með. En Payday, þið þekkið þetta orðið, þetta er bara einfaldar líf fyrirtækja eigandans. Bara til að hafa yfirsýn yfir reksturinn, það er það fyrsta. Svo fer að senda reikninga.
Svo ertu bara loggað inn daglega bara til að sjá hvort það sé ekki eitthvað skemmtilegt í gangi. Ég ángríns að því. Ég finnst þetta svo gaman að vera þarna inn á. Býtu, hvað var aftur tekið bara starfsmann? Heyrðu, best að kíkja á Payday. Þú sér það. Payday kæra þakki fyrir það. En já, allana, með hennar rekstur, þú veist, við eiginlega ég komst í einhvern svona djús í kringum það eiginlega bara of seint, sko. Já. Þú veist, og ég náði ekkert að kynna mér það mikið betur, því að, þú veist, BBI, það í kringum fasteignir að því virðist, og Dengsi með, strætóskílin og þetta, en svo Billboard bara með stóru skjána, þú veist, þetta svona, þessi er vel dreift, sko. Þetta bara stórkostlegt. En ég kalla þetta samstæðurreikning fyrir næsta ár. Og Vésteinn í kaffi. Já, og Vésteinn í kaffi. En þá ætlum við ekki að hafa þetta held ég mikið lengra hjá okkur í dag. Nei, bara frábær bransi. Frábær bransi og... Rúsanir hann á gólfinu, hver tínir hann upp og étur hana. Ég segi það. Það Billboard. Þá bara þökkum við fyrir í dag. Já, takk og bless. Verið sæl.